Ég set fund sem númer 237 í bæjarstjórn sveitarfélagsins Voga. Fundinn sitja bæjarfulltrúarnir Björn Sæbjörnsson, Eva Björk Jónsdóttir, Andri Rúnar Sigurðsson, Inga Sigrún Baldursdóttir, Friðrik Vaf Árnason, Kristinn Björgvinsson, Ragnar Karl Kaj Frendsen, Guðrún P. Ólasdóttir bæjarstjóri og Ásta Friðriksdóttir sviðsstjóri fjármála og stjórnsýslu sem jafnframt ritar fundargerð. Nú fyrsta mál á dagskrá eru drög að upphærðum reglum sérstakan húsnæðisstuðning. Tekið fyrir annað mál af dagskrá 60. fundar fjölskyldu- og velferðarráðs þann 14. ágúst 2025. Og ég ætla ekki að gefa orðið laust þetta mál. Ef einhver vill kveða sér ljós, þá er orðið laust. Og ef að svo er ekki, þá ætla ég bara að bera upp til samþykktar. Og það er samþykkt samhljóða. Nú fyrir fundinu liggja 4 fundagerðir sem ég ætla að bera allar upp til umræðu bara allar saman. Og það er fundagerð bæjarráðs sveitarfélagsins Voga númer 434, fundagerð bæjarráðs sveitarfélagsins Voga númer 433, fundagerð skipulagsnefndar sveitarfélagsins Voga númer 73 og fundagerð fræðslunefndar sveitarfélagsins Voga númer 115. Og ég ætla að gefa orðið laust þessar fundagerðir. Andri, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir, forseti. Mér langar bara að ræða örstutt fundagerð skipulagsnefndar mál 1 og 2 þar. Þar er númer 1 göngu- og hjólreiðastígurinn. Þetta er allt í vinnslu hjá okkur og nú er bara verið að fínpússa svona útfærslu atriði og ég vona innilega að þetta leysist vel þau mál og að við getum jafnvel byrjað að framkvæma bara á þessu ári, byrjað á framkvæmdina allavega, þótt hún muni kannski ekki klárast á þessu ári, en við getum byrjað og getum þá bætt bara lífsgæði þeirra sem búa hér með hjólreiða og göngustíg og endanum tengt þetta við Reykjanesbæ, nágranna sveitarfélag okkar, að það verður göngustígur og hjólreiðastígur á milli, malbikaður. Og svo er það aðalskipulagið. Við erum búin að fá núna inn athugasemdir þar og næstu skrefi bara að fara vel yfir þær og bregðast við þeim. Og það er vonið líka að við getum loksins að klára þetta aðalskipulag og vonandi tekur það í gildi fyrir áramót, en ég vona það og það er alveg möguleik í því, þannig við sjáum bara hvað gerist. Þetta er allan á lokametrunum. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Andri. Ég tek bara heilshugar undir þetta að okkar aðalskipulagi kannski fari nú loksins að verða að veruleika. Það er búið að taka langan tíma og sama með stíginn að það verði hægt að byrja á þessu núna á haustmánuðum. Skipulagsstiðinu hér er einmitt verið falið að setja sig í samtal við landeigendur, HS Orku og Reykjanesbæ framhaldið og það er svona allt sem bendir til þess að þetta getur bara farið af stað. En eru fleiri sem vilja kveða sér ljós undir fundagerðum? Eða að gera svo vel? Forseti og bæjarfulltrúar. Ég ætla að staldra þess við bæjarráðs fundagerðina númer 434, mál 4 sem er opnunartími sundlauga og íþróttahús. Ég vil bara lýsa yfir mikilli ánægju með þessa ákvörðun og að lengja opnunartíman íþróttamiðstöðvarinnar á virkum dögum og vegna þess að með þessari breytingu er verið að koma til móts við óskir og þarfir íbúa okkar. Þetta er mikilvægt skref til að auka til dæmis aðgengi að heilbrigðri hreyfingu og tómstundum fyrir allan aldurshóp. Þannig að ég bara hvet alla íbúa til þess að nýta sig þetta aukna aðgengi. Og svo svona í framhaldi af því að vegna þess að í gær byrjaði íþróttavika Evrópu og sem fer undir nafninu Be Active
En sveitafélagið og íþróttamiðstöðin er með mjög fjölbreytta dagskrá alla vikuna, þannig að ég hvet alla til þess að bara að kíkja á hana. Og hún er aðgengileg bæði á heimasíðu sveitafélagsins og íþróttamiðstöðunar. Takk. Takk fyrir það, Eva. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Og svo ekki það langaði minn og aðeins einmitt líka að koma inn á mál 4 sem að Eva kom inn á hérna áðan, varðandi opnunartíma íþróttahús og sundlaugar. Þetta er svona raunverulega, 4 og 5, þetta er svona raunverulega samhangandi því að við fengum undirskriftalista líka frá íbúum sem voru svona að biðja að þessi opnunartími er í lengdur. Og bæjarráð var við þessum óskum og hérna það er kannski ágætt að nota aðstöðu mína hér til að kannski aðeins koma inn á það hvernig í hverju þessar breytingar felast. En við sem samþykktum samhljóða opnunartími íþróttamiðstöðvar á virkum dögum verði klukkan 6 og sundlaugin verði opnuð klukkan 6:15. Jafnframt er opnunartími íþróttamiðstöðvar framlengdur til 21:30 en sundlaugin lokið til klukkan 21 á virkum dögum. Breytingin hún tók gildi í gær og er besta mál bara að mínu mati og vonandi sem flestir geti nýtt sér þetta. En mig langaði líka aðeins að koma inn á fundagerð númer 433 í bæjarráði og finna hana hérna. Og þar ætlaði ég að koma aðeins inn á mál númer 4 sem að er þjónustusamningur rekstur mötuneyta. En á þessum fundi bæjarráðs og þessu máli var lagður fram þjónustusamningur við skólamat. En frá mér að skilja allavega þá hefur almenn ánægja hjá notendum hingað til og samstarfið er bara að fara mjög vel af stað. En svona það er rétt að við höfum það í huga að þegar farin var þessi leið þá var það gert til 1 árs til pröfu og þess vegna verða að vera vakandi fyrir því svona eftir áramótin eða í janúar að svona fara yfir stöðuna, fara yfir hvernig þetta reynast okkur og hvernig fólk gera líka því að við verðum að segja þessum samning upp fyrir 1. febrúar og við ætlum ekki að halda þess áfram. Svona bara til að halda því haga því þetta var hugsað til 1 árs til pröfu en allir sem ég fyrst eru mjög ánægðir og bara ég held að þetta sé bara hefnast vel. En hérna orðið er ennþá laust ef að fleiri vilja að taka til máls og ef að svo er ekki þá ætla ég að slíta þessu fundi við Hamarsögg.